Velkomin að málstofu. Jónas Jónasson ætlar að fræða okkur hér í dag humarholur og svona þessum stofnstærðarmat á humri. Ég ætla að biðja ykkur að slökkva farsímum. Þegar þessu lokið þá verður væntanlega tíma fyrir spurningar og þá verða þær bornar upp í þennan mikrofón. Gjörðu svo vel, Jónas. Takk fyrir, Björn. Ég ætla að fjalla aðeins í dag stofnstærð humars og nýjar aðferðir sem við höfum að taka í notkun hér á Hafrannsóknastofnun. Í þessu verkefni að vinna með mér Annika og Anna Ragnheiður og Hjalti varðandi að meta og telja hólurnar og gera þetta bestu getu og svo eru Hjalti og Arnþór sem hafa komið að mest að tækniþróunin á sleða og öðru og eru staðsettir ásamt Önnu Ragnheiði á Ísafirði. Svo það Haraldur Einarsson sem líka tengst þessu veiðarfæri sérfræðingur okkar, hefur komið víða að þessu og við höfum verið að skoða í sameiningu líka reynt að nýta þennan leiðangur til að meta áhrif veiðarfæri og annað. Við kannski komum örlítið betur að þessum þáttum á eftir. En kannski bara örlítið fyrst tegunduna að þetta náttúrulega einu humarinn sem finnst, leturhumarinn sem finnst í okkar lögsögu, en hann dreifist eiginlega alveg frá Marokkó eða Kanaríeyjum og upp til Íslands. Ísland er svona norðurmörk útbreiðslusvæði tegundarinnar. Og þegar við tala stærð á þessum kvikindum þá alltaf talað skjöldinn og svona hámarstærð karldýr eru 7–8 cm á bakskjöldinum og kettlingarna 5–6. Og kannski fyrst aðeins okkar stofn, við erum með heldur stærri humra heldur en margar aðrar þjóðir og ég ætla kannski lítið að fara í okkur það sem er að gera stofnin í dag. Þetta svona nýta þetta tækifæri til að kynna fyrir okkur þessar breytingar á rannsóknum og hvað kemur út úr því en eigi síður hafa veiðst ansi stórir og flottir humrar allar síðustu ár. Hérna er eitt sem er 86 mm og var þyngstur, hann var yfir hálft kíló. Stærstu humar sem við veiðst á allra síðustu árum, hann var 88 mm. Hann var aðeins, hér við Ísland, aðeins lengri en aðeins léttari. Og heimsmetið er 92 mm, þannig að þessir humrar eru svona í heimsmeistarastærð. En við höfum líka verið, á síðustu árum Sigurvin Bjarnason hefur verið hér í verkefni við að reyna að aldurslesa og aldursmeta humarinn. Og til að mynda var þessi hér talin vera 22 ára. Það fundust 22 vaxtabönd í dýrinu og það er líka nýlunda að nýta að raunverulega við erum að skoða vaxtabönd í svokallri magakvörn í dýrinu og við höfum verið að skera þær og reynt að slípa og telja þessi bönd en það er svona enn á raunverulega það er ekki, vísindheimurinn er ekki alveg búin að hvað má kalla staðfesta eða taka í sátt þessar nýju aðferðafræði og við vorum bara held ég í gær að fá niðurstöður úr massagreini þess við erum að reyna að skoða hvernig efnin raunverulega liggja í þessari magakvörn og hvort við sjáum einhver heitatilsveiflur í sem gæti skýrt út þessar breytingar á þessum vaxtaböndum. Þannig að við erum að reyna að vinna það núna og reyna að vonandi birta það fyrir jólin. En ef við hoppum á humarsvæðinu kringum Ísland, þetta er samkvæmt afladagbókum uppreiknaður afli síðan árið 2000 og við sjáum þessi svæði eru öll frá ca. 100 metra dýpi niður á 250 metra okkar humarslóðir og alveg frá jökuldýpi allra vestast yfir í lónsdýpi austast og kannski svona fyrsta er að humarbleiðarnir fyrir austan eru í þessum djúpum í Lóns, Hornafjarðarbreiðar og Skeiðarárdýpi og eru tiltölulega afmarkaðar slóðir. Oft er þetta kannski svona gömul ummerki eftir jökla sem hafa grafið þessar rásir og þetta er fullt af raunverulega fínu seti. Þetta er sandur og leðja og mjög fínt botnlag þar sem humarinn dvelst á. Og hitastigið er ca. 69 gráður og svo er þessar rauðu hér sem afmarka þau svæði þar sem á vera með humarvörpu. Þannig að þetta er svona nokkuð afmörkuð svæði við suðurströndina þar sem tegundin finnst. Og í hlýindunum kannski allra síðustu árin hefur humarinn aðeins verið að teygja sig inn í Breiðafjörðinn. Þannig að hann er komin aðeins í þar inn og við höfum meðal annars fundið einstaklinga allt norður í Ísafjarðardjúp.
En við höfum stundað rannsóknir á humrunum í fjöldamörg ár. Við fórum í trollleiðangur í 48 ár, frá 1968 til 2015 og þetta var farið núna síðustu árin á Dröfninni. Árið þar á undan var farið á gömlu Dröfninni og oft var farið jafnvel tvisvar, var farið annan leiðangur þá mitt sumar. Ef að illa tókst, ef að var dræm humaveiði á einhverjum svæðum, þá voru oft farið aftur yfir slóðina síð sumars. Og þetta útbreiðsla þessara toga sem við tókum öll þessi ár. Og kannski glöggir menn sjá þarna nokkra hressa hafrastarfsmenn en að það ekkert mikill huma í þessum póka. Þetta allt fullt af fiski. Og þetta oft það sem við erum að lenda í humaveiðina. Það oft ansi mikið fiskgengd og það fylgir því þá í þessu togi var örugglega ekki meira en hálf karfa af humri. Og það svona þekkt vandamáli eru þessar sveiflur í veiði. En við höfum sem sagt, kannski kemur að því eftir, við höfum líka verið stærð drafnarinnar og notkun hennar hefur líka hamlað okkur í að þróa okkar kannski aðferðafræði eitthvað frekar þótt við hefum kannski gjarnan viljað. En ef við berum saman síðan þá vísitölu sem við verðum að fá úr þessu ralli, þetta þá svarta línan, sjá hvernig hún sveiflast og svo afl- og sóknareiningu sem þessi af öllum slóðum yfir sumarmánuði, að sjá að það nokkuð gott samræmi þar á milli. Enda ætti það að vera að því að við erum að fara þarna á þeim tíma sem einna hvað mest veitt og humarrallið okkar ætti að ná einhverju leyti þeim sveiflum sem í veiðinni. En svo sjáum við líka að þetta eru svakalega sveiflur og áðan sýndi í humar sem var talin vera 22 ára að svona sveiflur sjást ekki í tegundum sem eru þetta langlífar. Þessar sveiflur eru tengdar umhverfisaðstæðum og þá bættum veiðarfærum eða bættum skilyrðum. Þannig að þetta ekki, við getum ekki túlkað þetta sem stofnstærðar sveiflur þó þetta séu vissulega einhver grunnur þar undir líka. En þetta þá meira tengt umhverfisaðstæðum. Og þetta svo sem hefur alveg þekkt í humaveiðum og hefur þekkt alveg í gegnum tíðan og sjómenn vita náttúrulega best að það ekkert alltaf að fá humar. Hér hérna afli yfir sólarhring þetta dæmi frá Skotlandi, einu firðinu þar. Þar rýkur aflinn upp í kringum hérna sólarlag og heldur hærri yfir nóttina og rýkur svo aftur aðeins upp, kemur aftur skot þarna við sólaruppbrás og þetta þá innan sólarhrings. Og svo erum við líka aðra þætti eins og bara gróður. Við þekkjum það að þegar gróður og fiskigeng, þegar mikill gróður og blómi þá líklegra að fá, þegar sjóndýpið verður kannski minna heldur en 5-6 metra, þá mjög líklegt að við veiðum einhvern humar. Oft þetta dálítið eins og bara á kórarrifinu mikla, við hendum út sjónskífinu og við sjáum alveg niður á 25 metra og þá vitum við líka að það kemur engin humar upp. Og svo dæmið eins og áðan þegar fiskgengdurinn. Humarinn náttúrulega fiskurinn meðal annars éta þennan humar og humarinn heldur svo náttúrulega annar staðar á meðan. En kannski aftur aðeins að þessum sveiflum, hérna sjáum við frá Eldey. Þetta eru sem sagt, þetta eru stærðir og þetta magn. Svarta línan meðaltalið sem við fengið í gegnum leiðangurinn okkar. Við erum alltaf að fá x marga humra af þessum stærðarflokkum, sum árin meira, svo sjáum við 2012 á hrinu veiði í okkar leiðangri. Árið eftir rýkur hún upp, svo hrynur hún aftur 2015 og þetta þessar sveiflur sem við erum að eiga við í okkar rannsóknum. Og í gamla daga höfum við jafnvel farið kannski aftur á Eldeyna og fengið betri sýni seinni sumari þegar fiskurinn genginn á slóðinni. Fiskurinn á þessum tíma sem við höfum að fara í leiðangurinn þá fiskurinn dálítið að ganga úr hrygningu dýpra, þannig að hann oft legið yfir allan á sömu stöðum. Þannig að þetta ástæðan af hverju humarinn veiðir svona gloppótt. Hann að grafa sig. Þetta eru myndir sem voru teknar fyrir nokkrum árum hérna í öðru verkefni á vegum stofnunarinnar. Að hann grefur sig í hólur. Þetta tekið aðeins dýpra á Reykjanesvík. Hérna sjáum við að hann komið djúpt í hólun og hérna annar að skoða þarna í kring, væntanlega tengdur annarri hólu þarna rétt fyrir ofan. Kemur að kíkja, tjekka myndlevelin, hvað í gangi þarna, nokkuð forvitnir. Og hérna sjáum við kannski svona í sinni kannski í stellingu, svona í hóluminninu. Og
Þarna er líka ein langlúra að þvælast, en ég sjáum að hann hefur nokkra, virðist þarna vera að hafa nokkra raunverulega innganga í hóluna, og það er oft talað hólukerfi. Og hérna að virðist að vera með 1, 3 til 4 innganga í sína hólu, þessi tilteknu humar. Og þetta hefur verið kannað sérstaklega í Skotlandi, þar sem humarinn er heldur grinnara heldur en hjá okkur, og þetta er sem sagt þá gifsafsteypur frá 50–40 metra dýpi af kafara hérna á hægri höndinni, og þið sjáu hversu flókin kerfin geta verið hjá dýrinu. En yfirleitt erum við að tala um 2 til yfirleitt 3 innganga inn í kerfið. Oft er þetta þessi svona télaga hólur, og en svo getur hann haft ýmsa minni hlíðarinnganga og loftop, og lögunin getur verið ansi margslungin. Þeir eru raunverulega öll einhvern veginn á hverju hólukerfi, þá vísa þetta dálítið inn í kerfið sjálft. Og kerfið sjálft er yfirleitt aðeins hærra, þegar maður sér það á botninu, það rís aðeins upp, það er búið að grafa aðeins, rís aðeins upp, og inngangarnir í hólukerfinu eru líka nokkuð vel skilgreindir, eru svona hálfmánalega, og oft er búið að raunverulega moka út úr hólunni, og svo sjást líka för eftir humarinn þar sem hefur skriðið úr hólunni sinni. Og humarinn heldur sig við sína hólu ansi lengi. Hann kannski ekki alla ævi í sömu íbúð eða sömu hólu, en það eru nokkur ár og nokkrir mánuð þar sem hann er í sömu hólunni ef hann þá fer í aðra hólu. Og hólu sem eru ekki raunverulega á okkar veiðislóð, þessum hólu þar sem engin humar er í, það raunverulega þær falla þá tiltölulega hratt, sérstaklega náttúrulega ég tala ekki um að sé togað yfir þær. Og veiðálag á okkar slóð og almennt á humarslóðum er það mikið að yfirleitt er togað gyrubili yfir alla slóðina að minnsta kosti einu sinni á vertíð. Þannig að þessi vandræði sem ég var að lýsa áðan varðandi okkar leiðangur er náttúrulega það sem allar aðrar þjóðir hafa lent í gegnum tíðina. Og í kringum þessa raunverulega rannsóknir 74–71, það menn fundu út að það var bara eitt kvikindi í einni hólu, að fóru menn að pröfa sig áfram með vídeóvélar og annað, svo kemur kassettutæki eða vídeóupptökutæki, og upp úr svona 90–92 hefja skotarnir, og þeir fara af stað. Þetta er sem sagt fjöldi functional units eða svona skilgreinda veiðisvæða í Evrópu sem humarhólu leiðangur eða endurúttífisörfi er farin á. Þannig að sjáu þetta hefst 92–93 og það eru komin yfir 16 svæði árið 2014 en þessi mynd er teiknuð. Og þeir eru þá að nota, margar þjóðir eru að brenna þetta á DFD-spila eða komið með flóknar og betri svokallað high definition og að taka þetta upp, skrifa þetta upp á harða diska. En þetta í dag mælir Alþjóða Hafrannsóknaráðið með alla veiðislóðir þar sem við erum að veiða meira en 1000 tonn af humri, að við förum í svona könnun til að meta ástand og stærð stofnsins og er þá grundvöllur ráðgjafa fyrir þá stofna. Og það er farið í að búa að staðla sig, dálítið að reynda að staðla þetta milli landa, og einstöðlun er svo að það er yfirleitt togað í 10 mínútur og reynt að halda hraðunum þetta cirka 0,7 mílur, og það er sá hraði sem þú getur dálítið talið hólur með einhverju vissu á. Ef það fer hraðar þá fer það að missa hólur og upplýsgagnanna verður verri. En í grunninn er þetta kannski ekkert rosalega flókið með margt annað sem er að fást við í fiskifræði, að þetta er þá fjöldi dýra á ákveðnu svæði og sem er hægt að reikna út bara með því að telja hólið eða hólukerfi. Og þú tekur eitthvað snið af því svæði og svo uppreknar það yfir eða notar aðferðir til að reikna það upp á ákveðin svæði. Og hérna sjá í grunninn hvernig þetta er gert. Það er sleði sem er dreginn af rannsóknarskipi og það er ákveðin geislar, leysageislar á hliðunum, afmarkarum verða stærð flatarinn sem er að fara yfir, og svo er þessi sleði dreginn áfram á þessum hraða. Þannig að allt sem lendir í sjónsviði geislans, það er talið. Og
Hérna eru Scotia, þetta flaggskip þeirra Skota, það einmitt notað í þessar humorhólarannsóknir þeirra á þeirra stærstu veiðislóðum, þannig að það ekkert að spara þar. En þetta allt hljómar rosalega vel og rosalega einfalt, en það ekki allstaðar og til þess að hérna sé hægt að nota það, þá þarf að nota nokkra svona stuðla til að breyta þessari útbreiðslu og þessu magni sem við sjáum í leiðangrunum yfir í það sem við köllum algild eða absolute abundance. Og til að fyrsta það svokallað sem kallað edge effect, það raunverulega þær hólur sem eru á jaðrinum og eru þá raunverulega detta utan sjónsviðsins og það fyrir þá dálítið eftir hversu vítt sjónsvið þú ert með, þú ert að horfa hvert sinn og hversu stórar hólurnar eru. Ef þú ert með stærri humra, þá ertu með stærri hólur og við höfum séð alveg hólur sem eru hátt í meter á lengd og ef við erum með sjónsvið sem kannski 70 cm og hólan meter, þá náttúrulega getum við lent í því að hólan fyrir öll eða raunverulega báðar endanir lenda fyrir utan þetta. Og svo þetta sem við kallum burnout detection, sjáum við hólurnar þegar við förum yfir. Það getur þá verið líka tengt þeirri tækni sem notuð, hversu góð eru myndböndin. Menn lenda oft í vesinni þegar bátar eru á veiðislóðinni, þá þyrlast upp ansi mikið set og hérna og raunverulega, þyrlast set og ryki og þá þarf menn alltaf að bíða og færa sig á næstu slóð og koma svo aftur þegar bátarnir eru farnir. Það getur tekið dálítið nokkra daga jafnvel hérna að fara rykið af og svo þetta sem við kallum burnout identification. Erum við að greina þetta sem humorhólu eða eitthvað annað? Og hérna sjáum við mynd hérna til hægri, þetta eru svo kallað mudstrimps eða callocorus og hérna erum við blöndu af þessum rækjum og humorhólum. Og hvað sjáum við margar humorhólur á þessari mynd? Það humorhóla á myndinni líka og getur við sagt þannig að ég sé 2, 3, 4 og svo allt þetta sem dálítið eins og einhver stingir svona puttum ofan í sandinn, svona beint ofan í sandinn, það yfir þessi rækja. Og svo gerum við ráð fyrir það sé alltaf einn humar í hverju hólu, það svona dálítið fasti. Og þessi gildi þau eru öll mismunandi milli svæða. En þegar við komum með aðlögum okkar mat á stofnunum með þessum gildum, þá erum við komið með þennan þéttleika og við margföldum það upp með raunverulega meðalþyngd dýra sem myndu lenda í veiðarfærinu og svo tökum við frá þeim sem raunverulega stærðarflokkur frá, þetta mismunandi eftir löndum og veiðarfærum og annað og svo þetta svokallað veiðihlutfall eða harvest ratio sem þarf að skilgreina fyrir hvert svæði að því humarinn vex mishratt á mismunandi veiðislóðum og svo getur verið ýmsir aðrir þættir sem hafa áhrif á hversu stíf sókn eðlilega á hverju svæði. Og hér talað mun milli kven- og karldýra. Hjá okkur það þannig að 95% veiða í fjölda, eða magni, í fjölda eru karldýr. Og það enn minna þegar tekur magn. Og við erum eiginlega bara með veiðar, nær eingöngu á karldýrum, þar sem mörgum öðrum þjóðum að hlutfallið kannski 40-60. Og þá kemur líffræðitegundan aftur þarna inn í að okkar kerlingar liggja inn í hólu með eggin sín. Það tekur mun lengri tíma fyrir eggin að þroskast hér er kaldara heldur en suður frá. Og þær eru þá lengur inn í hólunni. Þannig að það hluti sem við þurfum að raunverulega að finna út fyrir okkar stofn áður en við getum beitt þessari aðferð raunverulega í fyrsta sinn. Það ýmsu að hyggja. En kannski bara aðeins að því sem við vorum að gera núna í ár. Við fórum núna í fyrsta sinn, fórum í 2 leiðangra. Það var breytingur okkar skipaplani, við hættum að nota dröfnina og þá opnuðust möguleikar að keyra humarrallið á Bjarna og þá voru alltaf fljótið til og við breyttum og aðlögum okkar að því sem hefur gert úti og við fórum með Ingibjörgu í rækjunni í Snæfellsnesrækjunni og náðum 2 nóttum í Jökuldýpi og gátum þá samkeyrt leiðangun, rækjan keyrði á daginn og við keyrðum þetta á nóttinni. Og þar fengum við írskan sérfræðing Jennifer Doyle, hún kom með okkur og var raunverulega, af því við höfum aldrei gert þetta áður, þekktum ekki, í lagi að sleðin hægir sig svona, þetta í lagi og hitt í lagi og hún gat raunverulega sannfært okkur að við vorum að gera þetta rétt og við varum á réttri leið.
og þetta var mjög gott að hafa þessa 2 nætur þarna til að koma okkur í gang. Og eftir það þá voru smávægilegar breytingar á sleðunum og við fórum í fullan leiðangur 7. til 15. júní. Fyrstu 2 dagarnir var aftur rækja og við gátum samkeyrt leiðangra. Það var þá eldeyja rækja og við gátum þá nýtt nóttina í humarhólfuna sem kom sér vel. Og við náðum að halda Bjarna á cirka hálfri til 1,5 mílu. Þannig að Bjarni er náttúrulega gamall en góður og það þarf aðeins meira en að segja skipstjórinn og nú átt að fara 0,8 mílum í þessa átt sko. Það er ekki alveg að virka á svona stóru skipi en við erum með sleðan, hann er á vindu og við getum raunverulega gefið meiri kapal út ef við þurfum að hægja á okkur, þannig að ef við fara aðeins svo hratt þá erum við aðeins að gefa meiri kapal út til að halda okkur hraða sem er í lagi því annars sjáum við raunverulega missum við á hólunum. Og þetta er sleðin, þetta er raunverulega gamalt sleði sem við áttum sem var breytt yfir í þennan sleða. Við erum mjög nýtnir fyrir vestan, það er raunverulega tekið það sem er til og það er bara smíðað og aðlagað. Og til að mynda þetta hjól sem við sjáum aftast, þetta var smíðað á 3 dögum held ég af þeim kollunum og kom bara græjað á 1 viku. Af því að það sem skiptir máli þessu líka er að vita lengdina sem við erum að draga sleðan. Oft erum við með tæki sem geta raunverulega sem nema sleðan frá skipinu og við erum þá með hraðan á skipinu og vitum hvað sleðin er og hversu langt hann færist frá skipinu. En svo má náttúrulega líka nota hjól. Þá teljum við bara hringina og hversu langt við förum og það er kannski það best í þessu. Við vorum með 2 leysera sem er 95 cm á milli og myndavélin hún var í 45 gráður. Þetta tökum við allt eftir öðrum þjóðum. Það eru til leiðavísar og manualar sem við gátum fyllt nokkuð vel eftir og nýtt okkur reynslu annarra. Hérna er sniðskoðað að myndinni sem við sjáum hjá okkur, hér eru leysipunktarnir 2, þetta er einhver humar að skjótast. Við erum með svona alls konar hluti hérna hraði 0,7, alveg 100%, dýpið er 147, svo erum við stefnu og hvernig það liggur í hafinu. Þarna erum við 27. mínútu, þarna er þá bara dagsendingin. Hér er kapallinn, hversu langt hann hefur farið út og svo erum við vegalengdin á hjólinu. Hjólinu náttúrulega keyrir bara alltaf áfram, þannig við skráum í hvert sinn þegar hjólið lendir í hvað stöðu það byrjar. Og við fylgdum fordæmi annar og við tókum 10 mínútna myndskeið. Við vorum að nota nýjan hugbúnað frá Kanada, Subsea Imaging, þar sem þetta fer allt beint inn á harðadiska og við vorum umverulega í þessum leiðangri þá vorum við í beinu sambandi eins mikið og hægt var við Kanada til að fínstilla okkar myndavélabúnað og annað. Þannig að þetta var dálítið líka pröfu leiðangur fyrir þennan búnað og þessa upptöku græjur. Þannig að þegar leið á leiðangur þá vorum við alltaf aðeins skárri og skárri varðandi skarandi myndefni sem var reyndar þó nokkuð gott í upphafi og þetta er tekið á svokallaðar HT myndavélar. Þetta er Bjarni Sæm, þeir sem hafa ekki komið í humarhóluleiðangur hafa aldrei séð svona fallegt borð í miðju rýminu. Þetta smíðaði Hjalti og held ég riggaði upp á 2 dögum hana og málaði og bæsaði og það var aðeins svolítið fótbolta þegar Ísland keppti sína leiki, svo þessu tekið fram. En þetta er rosaleg bylting og því sýni útlendingunum þetta, þeir alveg bara slefa, aldrei séð annað eins, hvað þetta er flott og fínt og þannig að ég fór nú hróstrákandi fyrir vestan hvað eru duglegir og að græja og gera fyrir okkur. Þannig að en þetta er sem sagt leiðapunktarnir fyrir fyrsta árið. Við náðum 86 stöðum og við tókum þá ákvörðun að fara í svokallað net af stöðum með cirka 4,5 sjómíl á milli og það er hægt að velja stöðvarnar líka bara með slembu úttæki. Þetta kemur sér mjög vel þegar maður er að beita ýmsu líkunum sem byggja á landfræðilegum upplýsingum til að meta þéttleika, að hafa þetta með fastri fjarlægð á milli og það er aðeins hnik þarna punktunum, rauðu punktarnir eru fyrir leiðangurinn en svo er hugmyndin á næsta ári að við hliðrum þessu hnitið aðeins. Þannig að við erum með raunverulega svipabilið að minna og komum aðeins til að hliðru, þannig við erum ekki að fara í nákvæmlega sömu punkta á næsta ári ef að verður. Hérna hef ég teiknað þessa punkta á upplýsingum úr rafrænum afladagbókum.
þetta aðeins frábrugðin myndina áðan, þetta mun fínni upplýsingar frá rafrænu afladagbókinni heldur en það sem við nota frá bara afladagbókuna, þar sem menn skráðu bara yfirleitt einn punkt í hverju togi. Og hérna sést ýmislegt, hérna sjást til að mynda ný slóð hér í Grindavíkurdýpi, hér sést líka mjög vel þessi nýja slóð dýpra úti í Skerjadýpinu og það er reyndar einhver hnökrar á því þessar upplýsingar séu alveg kórréttar en það er þá mikil hérna framför að nota þær heldur en upplýsingar sem eru bara þá einn punktur á hverju togi. Þannig að hvert tog er kannski með einhverja 50 til 100 punktar, svo tökum við aflann sem eru því togi og dreifum þessum uppreiknum það afla á hvern reit. En svo hugsanlega í framtíðinu þá vonast við til að fá hérna fjölgeislakort af þessu svæði og það var nú, já, stofnunin fekk stóra gjöf varðandi fjölgeislamælingar og stofnunin sér svæði sem er dýpra en 100 metrar sem er mjög hentugt fyrir humarna því að allar okkar slóðir eru dýpri en 100 metra dýpi. Þetta eru fyrstu niðurstöður sem við höfum fengið út úr þessum æfingum okkar. Þetta töldum við leið og við vorum í leiðangrunnum. Við erum að telja á hverri mínútu, erum að telja þetta cirka eina upp í 7, 8, 9, 10 hólur. Og við erum að fara á þessum 10 mínútum, við erum að fara cirka 250 metra. En allt þetta myndefni, raunverulega, við æfðum okkur núna í haust að fara yfir myndefni og lesa það yfir og raunverulega læra að þekkja okkar slóð, en svo var stór vinnufundur hér í nóvember, þar sem komu reyndir humarhólu teljarar, ef svo má segja, allstaðar alveg frá Adríahafi upp til Danmerkur og Svíþjóðar og vorum við vinnufund og vorum að fara yfir myndefni frá öllum þessum mismunandi svæðum sem humarhólur eru taldar af í heiminum og við fengum hér reyndan teljara sem fóru gegnum okkar myndefni með okkur og núna erum við búin að búa til svokallar referensett eða viðmiðunar skrá með 10 stöðum, þessum töldum 5 mínútur á hverju stöð, þannig að við erum klukkutíma myndefni, þar sem við erum búin að ákveða að þetta er humarhólar og þetta ekki og við erum búin að búa til þetta svokallar kennsluefni fyrir þannig að við förum aftur á næsta sumri, þá förum við gegnum þetta myndefni, þjálfum okkur í þessu, tökum 1-2 daga í þessu til að aftur að þekkja betur hvað við erum að telja og svo í leiðangurinn komum við til að telja þetta meðan leiðangurinn er í gangi og það er alltaf lágmarki 2 eða 3 sem telja hverja stöð, þannig að það er töluvert mikið gæði að tjekka á þessu af því að það er auðvelt að raunverulega, já, það gæti verið auðvelt að telja vitlaust, en ég sýni ykkur myndskeið eftir þannig að kannski tiltölulega þægilegri slóð, þannig að við getum svona aðeins átt okkur á því hvað við erum að sjá. En þéttleikinn okkar, eins og áðan þetta voru mjög svona grófa niðurstöður, við erum bara, í þessum tölu orðum erum við að lesa þetta bæði á Ísafirði og hér, en við erum kannski á mörgum stöðum erum að sjá cirka 3 hólur á mínútu sem gefur okkur cirka 0,12 hólur á hvert fermetr. Og ef það er gildið og ef við berum það saman við kannski aðra slóðir, Flaten í Skotlandi, þar sem meðalþéttleikinn 0,17, það er rosalega stórt svæði, menn veiða það í kringum 10.000 tonn á ári og við sjáum breytileika það frá 0,10 upp í 0,26 og það er búið að fara það síðan 1992. Firth of Forth sem er nær landi, það er þéttleikinn 0,64 hólur á hvern fermetr og kannski líkast á það svæði sem að kannski segja líkast okkar svæði er þetta svæði sem er kallað Porcupine Bank sem er númer 16 hann djúpt vestur á Írlandi, það er tiltölulega djúpt svæði þar sem þéttleikinn er þetta 0,13 hólur á fermetr og það er svona kannski í því gildi sem við erum að sjá hér, þannig að þetta er ekkert svo sem ekkert óeðlilegt að þetta sé gildin sem við fengum á okkar slóð og svo erum við allt upp í mjög há gildi hérna eftir fyrir utan Galway á vesturströnd Írland þegar við komin upp í sum ári meir en 1 hólu á hvern fermetr. En kannski aðeins nokkru punktar þetta virka vel hjá okkur sem betur fyrir. Við erum að byggja á þessi tæki sem voru til, eru raunverulega keypt fyrir fjöldamörg verkefni gegnum árin.
gegnum árin. Þau voru fyrst kannski keypt fyrir þá kortlagningu búsvæða, þannig að allt þetta nýtist okkur þegar við ákveðum að fara af stað núna á síðasta ári. Kapallinn okkar, ljósleiðarakapallinn, hann slitnaði einu sinni, sem nokkuð gott víst, og við fórum inn til Vestmannaeyja og fundum þar aðalega sem gat gert við ljósleiðarakapallinn sem betur fer, þannig að það má alltaf búast við í tiltölulega flóknum leiðangrum eins og þessum að eitthvað komi fyrir. Svæðin okkar, við erum með fyrsta mat og svæðin, þetta eitthvað sem við þurfum að fínpúsa því það líka sem skiptir svakalega máli að fá stærð svæðana alveg rétta. Þar getum við nýtt á upplýsingar á flotanum og svo líka vonandi næstu 2-3 árin ef við getum fengið þarna 50 ára afmælisgjöfuna okkar, vonandi nýtist hún einhver leyti til að kortleggja humarslóðir líkt og aðrar slóðir í kringum landið. Og næsta ári þá 50 ára afmæli humarleiðangra og við komum til með að telja mest af þessu borð í bátnum. Það verður 2-3 að telja og vonandi ná að fara yfir allan leiðangur og það gert í yfirleitt lenskan hjá þjóðin hafa komist að því að það best að fá yfirleitt þrúa þegar mikið að nemum ódýru starfsfólki borð í þessu stóru skip og við erum með nokkur stöðvar að telja allt borð. Því svo kemur í land og þá svo margt sem truflar. Þannig ef þú ert borð þá fókusinn á þessar humarhólur og raunverulega klára leiðangurinn eins mikið svo hægt borð. Við gætum farið í örlítið fínni kannski fínna gridd á næsta ári eða fínna net en það kemur í ljós. Hérna nokkra myndir, hérna Halli að smíða hérna nýja myndavél borð. Við notum þessa myndavélar og aðra til að taka myndir af hliðinni af sleðunum, reyna að skoða trollför og annað. Hérna verið að grilla í daginn, hérna erum við í bilununni í Vestmannaeyjar. Hérna setja strákarnir á stöð og það tók cirka 70 mínútur frá stöð í stöð. Og við gætum væntanlega við fengjum hraðari hérna tromlu fyrir kapalinn, en við getum sett hann hraðar upp og niður, þá gætum við stytt þennan tíma eitthvað. Þetta sólarlagi við Eldey, hann alltaf fallegt á miðunum og kannski við erum að fara í þennan leiðangur í júní og það ástæði fyrir því að þetta einungis hægt að gera þegar gott í sjóinn. Og við vorum heppin núna, síðasta leiðangur það var alveg, við mistum engan dag út eiginlega vegna veðurs. Og ölduhæð má ekkert mikið meira en eiginlega 5 metra þá erum við út. Svona var þetta stundum hjá okkur, strákunum og stelpunum þannig. En ég ætla að sýna ykkur hérna, þarna einn að kíkja, ég ætla að sýna ykkur eitt myndskeið. Eitt myndskeið þarna sjáum við humar, þetta úr Skerjadýpinu. Þarna einn á röltinu og yfirleitt sáust mér fáur humrar úti. Þetta dálítið klassískt, við keyrum, þetta kemur hóla inn hér, þarna hóla hægra megin og þetta líkt ekki humarhóla. Þannig að þetta svona tiltölulega, okkar sagði tiltölulega gott með mörg önnur til að telja og þarna kemur fallegt gernið. Það heldur ekkert mikið að endilega sjá, þarna kemur góð humarhóla, mjög klassísk, örugglega snýr úti. Þarna ein, sæfíl. Þetta látið lífi líka sem við sjáum á botninum, það ekkert mikið af fiskum og öðru. Og einn flatfiskur. Og miðað við líka kannski ef við berum saman það flatamála yfirborð sem við erum að fara, ef við erum að trolla svæðinu, að það má alveg búast við því. Þetta ættum ekkert að sjá neitt svakalega mikið endilega af öðrum kvikmyndum. Þannig að þetta svona kannski það, svona humarlega séu var þetta kannski mest spennandi myndir. Þarna sjáum við fallega hvernig rákir úr, þarna skýst einn niður í hóluna sína. Og þetta dálítið stórar og myndarlegar hólur, enda hefur okkur vantað nýlun inn í stofnum síðustu árin og humrarnir eru almennt mjög stórir á slóðinni. Þannig að þetta ekki alveg, þetta svona tvíbýli, samt sami humarinn, hann bara svona 2 hæðum. En þetta til dæmis óvanaleg hóla, yfirleitt þetta nokkuð skýrt hvað við erum að sjá. Og okkar samhengi milli lesari nokkuð gott, en verður bara betra eftir því sem á líður.
Takk fyrir. Þakka Jónasi fyrir skemmtilegt erindi, fróðlegt. Við höfum tíma í nokkrar spurningar. Ásgeir. Já, takk fyrir gott erindi, Jónas. Mér langaði að spyrja hérna, humarleiðangurinn, hann fyrir veiðar á humarsvæðunum? Og ef ekki, hver eru áhrif veiðafæra á humarholur? Hverfa þær eða hefur þetta ekki áhrif eitthvað á fjöldan? Já, humrarnir eru mjög snöggir að laga hóluna. Menn hafa séð það, menn hafa raunverulega flattar út og hann mjög snöggur að búa til nýtt hólukerfi á því sem var til staða fyrir. Þannig að það ekki nema að það væri bara nýbúið að trolla á slóðinni og þá væri líka erfitt að fara fyrir okkur út af gruggi. Þannig að, og ef að humar hefur verið veiddur og frá því við komum síðast þá leiðum við að því líka á þessu ári að hólan hafa sumuleyti fallið niður og fallið saman. Og við sjáum líka hólur sem eru illa hirtar, það svona pínu, það nokkur atriði sem maður þarf að vega og meta fyrir hverju hólu. En það ætti ekki að vera vandamál, en það ekki gott að vera alveg í farinu. Ég má benda fyrsta niðurstöður til þess að þetta sé eitthvað svipað og í síðustu trolliðangrum. Pass. En það jú, fyrirgefðu, ok, jú, ég ætla að draga tilbaka. Það var þarna, ég veit ekki hvort ég fór á hratt yfir þessa fyrstu niðurstöð, það náttúrulega fyrstu niðurstöð, hann rækjuhoppa, dálítið rækju víða þarna á humarslóðinni, það sem hún á ekkert að vera. En og við eyjar, þar voru fáar hólur og þar hefur verið verið lítið veitt og þegar menn hafa veittar hefur verið lágur afl og sóknareiningu þar. Og við bjuggumst við því. Við bjuggumst við því að væri helstu humarsvæðin, Breiðamerkurdýpi, Hornafjarðardýpi, væru nokkuð sterk, þau voru sterk. Þannig að það var ekkert þannig sem var að trufla okkur. Það var svona, það var búið að gera eitthvað rétt en öll þessi ár, bæði sjóbur og aðrir. Já, það þessir 8.400 ferkilometrar. Það svæði sem stærri en þessi leiðangur lýsandi fyrir eða? Það var svona, eða að skoða þess að hvað 0,12, þetta hvað 0,12 stykki á fermetra, það lýsandi fyrir allt þetta svæði eða það minna svæði sem það væri lýsandi fyrir? Þetta svæði sem, já, ég hef kannski bara að sleppa þessum tölum, stundum við að sleppa að setja það niður. En við náðum í þessum fyrsta leiðangri sem var líka alveg frábært að náða að fara á alla þessar slóðir. Eða flest allar, og þetta má náttúrulega allstað benda á hér við náðum að fara yfir allt svæði, þannig að já, við náðum að fara yfir alla þessa 8.000 eða 6.000 eða 10.000, fyrir því hvar svo tala endar. Og ég myndi taka fréttaskot úr þessu bara æsifrétt 100.000 tonna humri. Ertu komið með töluna? Svo geta það verið lægra. Við erum þessar tölur allar í endurvinnslu og þróun og vonandi svona í febrúar, mars, þá eru kannski komin, þetta tekur dálítið tíma, sérstaklega í fyrsta sinni, en svo ætti þetta að verða nokkuð þægilegt og svo þurfum náttúrulega líka að bera saman hvað við verðum að mæla áður með aldursafla aðferðum og aðferðum sem byggðu þá ekki á beinu stofnstærðamælingum, stofnstærðatalningum, þannig að þetta til bóta og þetta ýmis óvissa sem þetta hjálpar okkur til framtíð. Yes. Já, þurfum við ekki að taka reglulega líka aflasýni til þess að fá stærðar og aldursafsetningu úr þessum mælingum, og það svona, þjóðirnar hafa lagt alltaf áhersluna að klára humarhóluleiðangrana og reynt að taka sýni eins og hægt og svo reitt sig á sýni úr lönduðum afla. Og við hefum verið þó nokkuð duglegir, við erum með sýnatökumann í Þorlákshöfn að taka sýni úr lönduðum afla. Og svo horfi ég líka dálítið á raunverulega bara þróun í vinnslu. Nú næst ykkur einasti humar mældur, vigtaður. Og dálítið að við höfum ekki
hefur ekki beðið þau gögn en reyndar jú að senda prufusendingar af þau gögnum, en í gegnum humarinn flokkaður í humar sem fer í heilli pakningu eða sem er slitinn, og humar sem slitinn þá halinn vigtaður, við þekkjum hlutfallið milli hala og heildarþyngdar, og hinum það heildarþyngdin sem vigtuð. Og kannski getum við fengið upplýsingar 80% landasafla, það væri alltaf flott. En það engin hætt á þessi að missa smáhumri? Smáhumarinn aðra þjóðir hafa metið það að sirka humar 17 mm ætti að sjást í svona leiðangri. Það ákveðin hætta hjá okkur þar sem er dálítið mikið á stórum hólum, ef við gætum reynt að gleymt minni humrinu. En litlu humarinn, hann grefur líka dálítið falleg göng, dálítið einkennandi. En svo kannski allra mestu humar, hann líka einhverju leyti, ég sagði þarna áðan einn humar í hverju hólu, hann einhverju leyti inn í hólukerfi stóra humarsins. Þannig að hann svona býr heima hjá foreldrum sínum, sem kannski ekki endilega foreldrar, í einhver tíma. En það er vissulega hætta að það gerist, og þarna kemur önnur hámís. Þetta var svona kannski með líflegri slóðunum, einn kolkrabbi sem kom þarna, mjög skemmtilegur. Já, Sigurður Hafró, var mikið það að þú þurftir að bíða eftir að róaðist. Þú getur ekki bara lokað. Róaðist? Árekstur við veiðarnar. Þú sagðist vera aðeins á meðan hápunktur veiðina væri. Það var reynda lítið okkur að þarna, sko. Við sluppum einhvern veginn, eitt skipti sem vorum eitthvað örlítið nálægt einhverjum bát, sko, en svo var það við Skeiðarárdýpinu Grynnst, þar var dálítið grugg, bara vegna jökulvatns. Það var sem kannski gryggsta stöðin, og svo eru skilin reynda mismunandi, en við sem betur fyrir þá vorum við einhvern veginn, sluppum við flotan þannig, hann dálítið ferðast dálítið eins og úlfar, það ferðast dálítið saman, þeir eru svona yfir 6 eða 7, svo svona sem maður að flæða milli svæða, það sem humar að fá. Og þau voru enda dálítið í jökuldýpinu, held ég jafnvel, þau voru þarna þegar við tókum það þarna í apríl. En þá má bara biðja að færa sig strákana, það er örugglega hægt. Þá tíminn eiginlega bara hlaupinn frá okkur, við þakkum Jónasi enn og aftur fyrir skemmtilegt erindi.